við þurfum að tala saman. Hugsjónin hún virðist vera eitthvað svona, við verðum að tala saman helvítis aumikið. Þú veist, hún virðist vera, þetta einhvern veginn tónninn í öllu núna. Menn orðnir ansi testalausir eða ætla að finna styrki í áttræðu manni, veistu hvað að tala? Að því hætta að ímynda okkur hluti úr Íslandssögunni bara því að það ekki til peningur til að sviðsetja það fyrir okkur, en það til nóg í sakamálasögur sem gerast í einhverju Reykjavík sem þú hefur aldrei séð. Skilur, að kannast við, en þetta svo Reykjavík sem Þjóðverjar vilja sjá í dag. Kokkálunar andi í öllu núna. Á hægrin eru þau bara að sér hvað þessi er flottur og hvað hann þorir og einhvern veginn og vinstri mennirnir eru einhvern veginn bara þeir hafa allt sem við erum ekki og einhvern veginn, þú veist, allir eru að keppast við að vera smáir undir einhverjum öðrum. Góðan daginn og þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þetta hlaðvarp. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsið.is, Happy Hydrate, Pólsen, Alvörubón, Bæjarins bestu pilsur, heitirpottar.is og drífa.is. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu þá getur þú að sjálfsögðu fengið þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga með því að fara inn á partus.is/1pæling og gerast þar áskrifandi, en þannig ert þú að styðja við það að ég skapi þetta efni og áskrifundur eru stærsta staka tekjulind þessa hlaðvarps. Sem áskrifandi getur þú tengt hlaðvarpið við Apple Podcast eða aðrar hlaðvarpsveitur og fengið þáttinn uppfærðan með RSS-lekk sem þú finnur á partus.is/1pæling undir RSS-lekkir sem að gerir hlustun einfalda og þægilega. En ég vil hvetja ykkur til að segja viðskipti við samstarfsmenn mína, en þeir eru að sjálfsögðu ekki sammála mér allt, en þeir eru að stuðla að málfrelsi á Íslandi sem nákvæmlega það sem að þetta hlaðvarp snýst En vindum okkur á þættinum, gjörið þið svo vel. Til í haustið, við erum byrjaðir. Já, við erum byrjaðir. Við erum að tala þyngdarstjórnun. Við erum að tala danska geðlyfið. Danska geðlyfið, fórstu á það? Ég fór á það og leitaði til læknis út af, ég var með eitthvað svona alvarlegt bakflæði. Og bara skalf allur og ég leitaði til læknis út af því og var sendur út á danska geðlyfinu og Sagði hann bara þú og feitur riðið í gang? Já, og þetta var að því bara eitthvað svona leggjast eftir mat dæmi og ég bara svona hætti að borða í 1 ár og ég svona hægt og rólega að byrja að borða aftur einhvern veginn. Þetta ekki þannig svangur eða? Jú, og ég alveg svona, og þú lærir inn á þetta hvernig þú getur borðað og hvernig ekki og svona, en þetta hefur verið áhugavert, þetta hefur verið ferðalega inn á við fyrst og fremst. Já, það er ótrúlega fyndið, maður velti fyrir sér, og ég gerir mér ekki alveg grein fyrir þetta lyf lætur þið verða listalausari, en er það eina sem að, þú veist, getur bara farið á lyfið og lést, og það er sumir til að missa, ég var að eitthvað viðtal við Reyni Bergmann, sem hann var eitthvað að segja eitthvað, já, ég held að það hafi verið sterarnir sem að fóru og snýdli mig, og ég, maður stóð sterum. Þannig að það eru mjög margir sem eru svona, þú veist, útur á því í ræktinni. Er einmitt þú getur ekki bara farið og stera orðið svona massa, þetta í alvörinni vinna. En þú veist, Ozempic þannig, að þú veist, þetta engin vinna, eða þetta svona, þú getur farið á lyfið, en þú þarft líka að vinna fyrir. Það hægt að borða sig í gegnum, það er ákveðin svona flökutilfinning sem kemur yfir þig, svona. Og þú getur borðað í gegnum það, þú veist, og bara sigrast á henni og haldið áfram, og í alvöru, og þetta verkar mismunandi á fólk, og allir hafa voða mikla skoðanir á þessu, en ég hef hreyft mig allt mitt líf, ég er ágætlega hraustur, en ég á í helluðu sambandi við mat, og þess vegna fór ég að þetta, og þetta hefur látið mig svona, ég veit ekki, hugsa eins það samband og hvað veldur og svona, og þetta hefur aldrei verið annað en áhugavert, skilur, og eins og staðan þá er útlit fyrir ég verið á þessu út ævina, Er það? Já, eins og staðan er því að ég veit ekki alveg hvað er næst hjá mér, þú veist, því að ég á í sama sambandi við mat og hundar eiga í sambandi við mat, Hömluleysi eða? Já, bara borða bara þegar hann er í boði, þegar hann er, og borða þegar ég leiður, borða þegar ég glaður, þú veist, þetta er verðlaun og eitthvað skonar líkn og þannig að ég þarf eitthvað að gera, ég þarf að hugsa út fyrir boxið í þessu. Ég man þegar þú sagðir einhvern tíma, þú varst við til að Þorsteini Vaffa Einarsson held ég. Já. Fyrir einhverjum árum. Og ég veit ekki á hverju ég man þetta, en þá sagður við hann bara ég vinn svo vel þegar ég er að borða mikið. Já. Þá bara, þú veist, þá bara funksjóna ég betur. Mhm. Og það er þannig. Já, ég sem listamaður allavega. Og ertu þá lélegri listamaður Ozempic?
eins og ég segi, ég er búin að taka ég veit það ekki, en eins og ég segi, þú veist, hérna, þeir segi þetta líka rappgaurar, þú veist, þeir eru bara að panta sér pizzu og eru bara sent í stúdíónu og einhvern veginn og vakna á okkur asnalegustu tímunum, þú veist, þá kemur besta tónlistin, en þeir eru bara að vakna að fara rektina að mæta í stúdíó, eru þeir bara þú veist, þetta er mentality, en maður finnur sér leið og veg, og ég held ég sé að finna minn. Já. En við skulum ekki tala mikið Vegovi, fæ alveg svona margtræður hérna eitthvað fyrirsögn sem myndi birtast á DFF, eitthvað svona Halldór er á danska geðlifinu Vegovi og hérna hann er að bara... Já, nei, við ætlum að tala hvað við öfundum samsæriskenninga smiðið mikið. Já, við vorum að tala þess að þetta fólk hérna á Íslandi sem heldur að sér statt í eitthvað svona miðstýru samsæri og ég öfunda það svo rosalega mikið að því þegar maður verður fullorðinn í svona litlu samfélagi og maður fer að sjá svona í gangverkið þá áttar maður að segja já, maður er staddur í kerfi sem virkar ekki, sem er keyrt áfram af fólki sem veit ekkert hvað er að gera og hérna og þú veist, ég oft pælti ég bara en ég er bara félagsmálaráðherra eitthvað á morgun, en það er eiginlega sem ég bara oft þannig að gerast, skilur, fólk sem er bara ok, let's go, einhvern veginn hérna og bara og Guð hjálpa okkur. Já, ég verði að segja þessu samhengi eins ágætur og sá maður eflaust er að það verður með menntamálaráðherra sem maður getur ekki lesið upp á ensku að blaði og það er sko einhver absúrdismi sem að við einhvern veginn svona getum ekki tekist á við. Þetta er út af því að við erum með ríkisstjórn sem allir eru svona tiltölulega sáttir með og eins og samfélkingin er að takast á við þá hluti sem þau sögðast að gera og félagsmálaráðherra Inga Sæland er einhvern veginn að koma í gegn sínu máli eftir að hafa verið til dapurlegt þing síðast. En þú veist, þessi absúrdismi að þessi maður sé menntamálaráðherra er eitthvað svona, þú veist, við einhvern veginn svona horfum bara svona, já, þetta er eins og, ég veit ekki, þetta er eins og einhver sé skýr og krakkar víkingsterkan, skilur, þú veist ekki að segja neitt, en allir eru bara svona, þetta gerist. Við höfum lækkað standardana í þjóðfélaginu einhvern veginn, við gerum minni kröfur. Þvert yfir, sérstaklega í, þú veist, að því í skólakerfinu undanfarið að því virðist og hérna og þetta er kannski einhver ein birtingamynd þess, þetta er líka ein bara birtingamynd þess hvað lýðræðið getur verið ruglað, skilur, þú veist, þú kýst einhverja flokka sem eru með stefnumál og svo þurfa þeir að koma sér eitthvað annað eftir kosningar og útkoma verður eitthvað sem svona þú bjóst aldrei við og hérna en bara ef þú horfir á leiðtogaleysið sem er að plaga stjórnmálasviðið á Íslandi núna og mögulega í öllum heiminum sko. Það er stóra málið sko. Þú veist, það virðast vera að þeir sem við svona hvað heitir þetta í MR, sá sem er forseti framtíðarinnar, sem er ekki bara hitt skólafélagið, en þetta á líka svona að segja, þessi maður geti látið að sér kveða á alþjóðavettvangi, einhvern veginn svona, eða í þjóðmálum eða svona. Þetta fólk fer allt annað núna, það vill græða pening fyrir sig. Hérna, þú veist, við lifum á öld einstaklingsins og við gerum minni kröfur og einstaklingurinn vill bara kannski hugsa sína nánustu og verða moldríkur í staðin fyrir að vilja samfélagin sínu eitthvað betra. Þannig að við erum einhvern veginn komið með gríðarlegt magn af atvinnupólitíkusum sem er fólk sem sko bara, hvað vitum við, bara var einmana og fór í félagsstarf, skilur, og er allt í einu orðin ráðherra í dag, af því það er búið að vinna sér inn einhver prikusti innan flokksins. Þar sem bara að þeirra tími er komin og þetta er engum til bóta sko. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Poulsen.is. Láttu græða rúðuna strax í dag. Nei, ég veit ekki, sko, ég fagna að einhverju leyti leiðtogaleysi, sko, því að leiðtogi er einhvern veginn sá aðili sem er að fara að draga mig á einhvern stað og ég er alltaf í svo miklu mótþróa, sko, þó svo að ég er sammálaður, sko, eins og í Bandaríkjunum, það er einhvern veginn svo mikið að breytum einhvern veginn á hreyfingu að það er eiginlega, við getum gert ráð fyrir því, það er búið að lyfta, við hugsaum þetta sem bara eitthvað svona barnakottahús.
búið að lyfta upp það mörgum kottum að við vitum bara að þegar þeim eru sleppt þá er ekki séns að þeim munu raðast upp eins. Nei. Og húsið verður ekki byggt eins og það var fyrir bara örfáum árum. Einmitt. Og ég einhvern veginn horfa á þetta þannig að sko, ég fagna ákveðinu leiðtogaleysi en mér finnst fólk samt á sama tíma að það er orðið svo bilað að kannski þetta er ekki besti tíminn í að vera með þetta leiðtogaleysi sko. Nei. Og þar eru samfélagsmiðlun alltaf stærsta breytan sko. Algjörlega, þú veist, er hægt að vinna vinnuna sína í fuglabjargi samfélagsmiðla, einhvern veginn, skilur þú veist, erum við búin að búa til bara, þú veist, ég veit ekki, eitthvað upplegg sem er bara dauðadæmt. Sko, ég er korter í að hætta sko, á samfélagsmiðlum. Þú veist, þú ert bara stattur svona sem í samanburði sem þú átt ekki breyki að því fólk lýgur líka á samfélagsmiðlum og það er allt sveipað einhverjum bara filter ósannsögli og óeinlægni og þetta eru bara samskiptin á netinu við þurfum að tala saman hugsjónin hún virðist vera eitthvað svona, við verðum að tala saman helvítis aumingið, þú veist, hún virðist vera, þetta er einhvern veginn tónninn í öllu núna og Umræðan þarf að skána ógeðið. Já, þetta þarf eitthvað, og þetta er svolítið þannig, sko, og á báða bóa einhvern veginn, og það er úrslega létt fyrir okkur að vera bara að vera skynsamur og klár og lappirnar á jörðinni, en bara, þú veist, þetta er hitastig núna, og maður er alltaf að lesa viðtal við eitthvað sem er hættur á samfélagsmiðlum og bara því meira sem maður lesa sem maður bara, já, er þetta komið tími? Þarf maður eða þarf maður að fara að skammta sér bara klukkutíma á sunnudegi bara, svona, eða bara þegar maður kúkar eða eitthvað svona sko. Já, en svo er það líka sko, mér finnst þetta ekki umræðan vera versti þátturinn í þessu því að sko þegar við horfum á allir ungt fólk sem maður bara, við látum hafa síma. Já. Það er bara, skilur við, gjör svo vel, hér er karton af Camel filterslausum, njóttu. Smókið fyrir garum sko. Já, elsku 12 ára sonur eða dóttir. Og við bara einhvern veginn bara, já, þetta er eðlilegt. En allir vita að þetta er ógeðslega óeðlilegt og það vita allir að sá tíma mun alltaf að koma að þessu, við munum horfa tilbaka og vera bara, tjótt voru við bilið, við vorum alltaf alls ekki að gera þetta. En einhvern veginn erum í einhverju svona limbói núna, sem allir gera sig grein fyrir skaðanum. Sko. Og við svona einmitt óvart normaliserum allt, þú veist, bara OnlyFans, ég bara sé hvað það hefur verið snjallt pitch einhvern veginn af mannum sem var að pitcha appinu, skilur við, hvað það meikaði mikið sens. En það verður til þess að það verður til eitthvað svona self-control klámframleiðsla sem er kynnt á hinum samfélagsmiðlunum. Þannig að allt í einu byrjar hún að leka yfir alla algoritma og þú veist, og allt í einu bara eitthvað er heimurinn orðin klámfengnari, sérstaklega út barn einhvern veginn og gildismatið eftir því. Þú veist, það er náttúrulega þessi nýja tegund af einhverjum, þú veist, bro, skilur, sem svona, kannski teitbræðurnir hafa svolítið búið til, skilur, en bara, þú veist, hvað gera þeir? Þeir eru heima á sér, að halda ræður, æfa, er ekki að vindla, og taka rosalega mikið ljósmyndum af sjálfum sér. Þetta er þið nýja masculinity, víst, skilur, það er líka allt omvendt, einhvern veginn, þú veist, og það eru hluti sem er langar rosa að greina kristni, comeback hennar. Já, það er endar ótrúlega áhugavert. En það virðist vera eitthvað selektífasta comeback sem til er að því fólk er svona, ég veit það ekki, dramb, miskunn, fyrirgefning, þetta virðist vera eitthvað svona sem hægt er að sleppa í nýja testamentinu einhvern veginn, en að vera maður Guðs er rosa mikið þetta er svona eins og ég segi, ég væri til að fá okkur gáfulegur en mig til að greina þetta, hvað þessi nýja kristni er og hvað hún á að því að sko ég held reyndar sko, svo ég fór skjót inn í ég held að hún eigi svona rætur sem er að rekja í svona líffræðilegt óhugnalegt einkenni sem að er ákveðin svona þú gerir grein fyrir ákveðinni breytingu í þínu samfélagi sem að byggist á meðal annars að komu múslima til Evrópu
fólk veit ekki alveg hvað á að gera við þetta, en það er líffræðilegt viðbragð að finna sameiginlegt einkenni sem er algjörlega gagnstætt þeim sem hafa komið til þess einhvern veginn að sameinast undir ákveðnu flaggi, sko. Og það maður að sjá þetta í Evrópu, þú sér þetta þegar Tommy Robinson er með hérna United Kingdom, sér þetta víða í Þýskalandi, sér þetta líka hérna með Brynjar Barkason, þar sem þeir eru að tala um þetta. Ungi drengir eru að verða kristnari sem er ótrúlega skrítið. Ég meina, ég er bara með ángandreng og það, ég held að það hafi verið með skráning í fermingum og hérna kristilegum núna og þú veist, þetta er að koma aftur en hérna... Sko, biskupinn er ekki svo nægilega kristinn fyrir þeim, sko. En ég veit á, en einmitt, sko, þetta er ekki svo kristni sem ætlar að bjóða hinvangan, einhvern veginn, þetta er krossferðakristni sem er að koma hérna og hérna Við hlæjum, en þetta er alveg galið, sko. Og þetta er galið, sko, og hérna, en gaman, meina. Er þetta gaman? Þú veist, það er svo margar leiðir til þess að þetta fari í rangan farveg, sko. Já, kannski er þetta, en málið mér bara finnst allt svo galtómt núna að sko, að manni finnst líka eins og að hlutir eigi sér svo töluvert minna líf, þú veist, eins og öll æði gangi yfir miklu hraðar, þú veist, og hvort sem bara við séum að fara hraðar til helvítis, ég veit það ekki, eða hvort þetta sé bara hraðari hérna, ringrás einhvern veginn, en hérna, þú veist, eins og bara svona, þeir segja umboðsmenn í Hollywood sem segja fólk bara eitthvað, þú veist, ekki gera þér reiðubúin fyrir eitthvað, þú veist, 40 ára karýrina, sko. Nei, já. Þú veist, þetta er góð 10 núna, sko. Svo er það líka, eins og segir, sko, að tala masculinity, sko, testosterón er líka einhvern veginn orðið svona aðeins fært herrendur hefði, ákveðið viðbragð við svona þessum wokeisma sem að hefur talað hérna. Er það ekki viðbragð við bara stríði líka? Ná, sér til mér, þú veist, eins og menn á þínum aldri er allir að fara, þú veist, allir að fara í golf, þú veist, allir honum einhverjir ellilífeyrisþegar, þú veist, rétt skriðnir yfir fertugt, fer ekkert í golf. Það er enda rétt, það er rosa golfbylgja í gangi núna. Já, allir honum aumingar. En síðan, já, þetta er svolítið rétt, já, sko. Testosterón er búið að lækka, ég veit ekki, þú veist, 20-25% yfir Evrópu. Er þessi golf áhugi, þetta er þess að... Testosterónleysi. Leysi? Ok, þetta... Er þetta ekki saman? Þetta þetta er bara mín kenning, sko, ég er ekki með hennar tölulega staðnir þetta, en þetta er ótrúlega skrítið hvernig, þú veist, bara menn í svona að svo virðist bara þokkalegu standi. Þeir fara bara í golf. Já, þetta er endar alveg rosalega mikið í kringum mig, sko. Og takk fyrir að vera á móti þessu. Mér leiði þess að ég var svo eini sem einhvern veginn, ég vann á golfvilli mitt, þetta er ekki í hug, sko. Og hérna, að fara í þetta, ekki fyrir en ég bara þarf golfbílinn einhvern veginn til þess að arta mig, sko. Já, ég meina, þú veist, það er bara einhverja karlmenn, bara mínum aldri, já, ég er að fara til Spánar í golf. Ég heldur Kanari í golf. Kanariferðir er bara fyrir ellilífeyrisþegar, sko. Þetta er laugrétt, já. Fólk er að fara í bara einhverja bændaferðir til Kanari að spila golf á einhverju Las Lobos vellinum. Þetta er glatað, sko. En mér fannst svona, þú veist, þegar innrás Rússa í Úkraínu þá ertu strax komin með bara hérna þú veist, Klitschko og hann hérna létta hérna Lomachenko. Já, Lomachenko, já. Þú veist, þeir voru allir bara mættir í hérna bara í rústirnar einhvern veginn á fyrstu sprengjuárásunum bara með byssur einhvern veginn og bara hérna nú voru barast fyrir sitt land og hérna og manni fannst svona eitthvað svona, þú veist, ok, er eitthvað svona gömul gildi komin á nýja, því þú veist, testosterónleysi, við skulum líka tala um það er líka eitthvað svona faraldur í að mennur fann þeirra bara hendi í sig, sko. Kókaín þá? Nei, í testosteróni. Og svona... Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Og kannski svona menn sem ættu kannski ekki að vera á því, sko. Hérna, nei. Ekki á læknisfræði. Karlmennska er á flökti núna. Og hérna... Samt ákveðin comeback, sko. Trump líka er
einhvers konar, þú veist, þeir sem eru meira svona testa megin í lífinu eru Trump megin í lífinu. Sástu viðtalið við gaurinn á Teslunni sem að fekk sér enganúmerið Trump. Hann er að testa. Ég get eiginlega fullir að það, sko. Svo eru náttúrulega allir í sér þetta fylgi sem að fær frá suður-amerískum kallmönnum í Bandaríkjunum, af því hann er, þú veist, machismo, skilur, þú veist, hann er hinn sterki leiðtogi, einhvern veginn. Og ég myndi þetta er áttræður maður, þú veist, hvernig getum við, þú veist, menn er orðnir ansi testalausir eða ætla að finna styrki í áttræður manni, skilur, veistu hvað er að tala um? Af því það er líka einhver svona, eitthvað kokkálunar andi í öllu núna, einhvern veginn, þú veist, á hægrin eru þau bara sér hvað þessi er flottur og hvað hann þorir og einhvern veginn og vinstri menninir eru einhvern veginn bara þeir hafa allt sem við erum ekki og einhvern veginn, þú veist, allir eru að keppast við að vera smáir undir einhverjum öðrum og sem ég held að sé líka bara samfélagsmiðlar enn og ný, þú ert stöðugt og núna gerist þetta hræðilega mál með Charlie Kirk sem þú veist, þetta er svona raunverulega einhver maður sem poppar reglulega upp í feedinu mínu og það besta við feril Charlie Kirk er að hann hefur talað við svo mikið af fólki að það er hægt að klippa hann í allar áttir, sko. Þú veist, ég hef séð hann alveg gjörsanlega bara eitthvað Charlie Kirk bash is a feminist, eitthvað svona alveg bara gjörsanlega stingu upp í eitthvað og svo líka til eitthvað svona það sem bara svona rökræðan virðist miklu svona bara jafnari og meira intelligent líka, sko. Sko, þeir hafa verið að birta klippur þar sem hann tapar, sko. Já. Mér finnst það alveg áhugavert, sko. Sem er áhugavert og svo eru líka bara svona klippur þar sem, þú veist, það kemur reitt reið transkona og tala við hann og hann bara spyr hana út í margt, þú veist, þetta virðist einhvern veginn ekki allavega það sem þessi polarisering sem er að verða núna, hann virðist allavega ekki hafa svona endilega staði fyrir henni, svo komur alltaf bara milljón upplýsingar einhvern veginn að hann hafi verið undir þrýstingi frá ísraelskum miljardamæringum sem er víst rétt, sko, og allt svo náttúrulega möddja umræðuna en það eina sem við erum ekki að tala um er að, þú veist, hann virtist ekkit vera svo geðugur maðurinn sem skaut hann. Er það ekki það? Er það komið fram? Ég meina, hann var einhver A-stúdent það er ekki til ruglaðar myndir af honum að gera einhverja hluti í sjón, hann sjónprófið er í lagi, hann virðist vera eðlur. Já, hann var samt afbræðs, var þetta ekki bara einhver Unabomber típa? En sko, í þessum samskiptum við vin, sko, ég er bara allan að segja að við virðumst vera að keppa alltaf að tala og var hann hægri maður eða var hann vinstri maður og fyrir hvaða hóp var þetta morð framið, einhvern veginn svona, en við erum kannski gleymaði bara eitthvað, ég held að umræðuhefðin og hitastíð sturlaði hann mann og það skiptir engu máli úr hvaða átt hann kom, sko, því að og mér finnst bara að ef við lækum ekki hitastíð þá munum fleiri sturlast. Já, ég held þetta sé alveg rétt, sko, ég held líka að það sé ákveðin, sko, því að maður sér, þú veist, það eru ótrúlega margir spenntir fyrir því, sko, er hann vinstri maður eða er hann hægri maður? Og það, þú veist, það var aðal debatið, hvort hann væri vinstri maður eða hægri maður. Ég var alltaf, mér er eiginlega slétt. Hann er morðingi. Já, hann er morðingi, en aftur á móti þá finnst mér viðbragðið hafa verið áhugavert, að svona, fólk var svona, þú veist, ég hef ekki tekið í gikkinn, já. En mér finnst þetta ekkert svo hræðilegt og ég er svona, það er mjög creepy og það er sko creepy að tvíþætt hvernig akkur það er creepy. Það er fyrsta lagi náttúrulega bara að þá ertu að eiga við bara manneskju sem að, þú veist, ég sá allir bara fólk sem ég veit að er gott fólk vera samt svona að gefa með undir fótinn að þetta hafi verið alltaf lagi og það var með svo ömulega skoðanir en það er út af því að vókið er trúarbrögð og það gerir okkur að brjálingum en það er líka creepy á hinbóginn er að fólk hugsar ekki 2 leiki fram í tíman er að varðar það að þú ert með Trump í Hvíta húsinu og sko það hvernig fólk var að fagna þessu þannig er búið að réttlæta fáránlega viðbrögð hægra megin í til dæmis þessu Bandaríkjunum og ég held að við sko, við búum við stöðugra stjórnmálumhverfi hérna heldur en við gerum þar en ég er samt svona, þú veist, ef að þið eru svona spennt fyrir þessu þá held ég gera ekki grein fyrir því, þú veist, það eru bilaði menn á Íslandi sem er að fara að sjá þetta og er bara, ok, þá ert þú bara sá óvinnur sem ég tel að þú sért. Já. Og það er það sem mér finnst rosalega creepy, eins og segi, í Bandaríkjunum þá er það bara, allir eru reknir úr vinnunni
sem að voru svona gætu hafa verið að fagna þessu á einhvern máti eða þetta túlkað þannig og ég er svona Þú veist, gagnagrunnur sem að tiltaka fólk sem fagnaði þessu eða sýndi að sér eitthvað svona ósiðferðisleg siðferðislega hegðun og viðbröð eftir þetta þú veist, mér finnst bara fyrir 2 vikum voru hægri menn að segja að Vogue var að cancel öllum og Vogue væri fullt af virtue signaling mér finnst þeir hafa komið inn hat með þetta núna sko, alveg bara þú veist, maður bara þessi var að fagna þessu, sjáu hann er bara og hvar vinnur þessi maður er allt og að einhverju leyti var þetta líka bara svona smá hlýjandi, bara við erum öll mannleg, sjá hvað við erum öll krútleg þau sögðu að við varum A og þau B svo voru þau bara eftir allt saman líka þetta var líka þannig en þetta kannski svona þú veist, momentið í teiknimyndinni þegar þau fatta, hei, við erum ekkert svo frábröðin, hættum að slást og rífast. Það er ekki að verða, skilur. Það er bara meiri sundrung að verða. Og það er bara, þú komst inn á það, það er bara trendin fara svo ógeðslega hratt yfir. Sko. Hún fyrir svo rosalega hratt yfir að þú veist, var ekki Grímur Thomsen sem sagði bara að lest færi of hratt fyrir sálina sko. Þegar hann var að ferðast innan Evrópu þá oft hann lendi eitthvað staðar þá bara, þú veist, væri hann ekkit með sjálfum sér fyrir svona 4 tíma eftir þegar sálina sem væri loksins mætt sko. Og þetta er svolítið svo núna þú veist, hluti gera svo hratt og svo það maður einhvern veginn að hafa skoðanir á öllu og hvað íslensk stjórnvöldur líka gera og svo það maður á skoðanir á svona, það er rosalega við erum rosalega upptíkin af bandarískum stjórnmálum og breskum stjórnmálum og þýskum stjórnmálum og það eru 2 stríð í Evrópu og einhverfa er on the rise og einhvern veginn þú veist, ræðum að við allt að pæla í þessu þú veist, að því sko stundum þarf að setja á hesta svona skygni bara svo þeir haldi áfram beinubrautinni þú veist, það virðist vera bara við fáum bara ennþá bara 360, 720 view, þetta er multilevel einhvern veginn af öllu sem er að gerast í einu og og það er að sjá skákborðið fyrsta skipti oft á dag með 4D chess og þú átt að vinna Já, þetta er svolítið þannig og það er svolítið svona spooky að vera einstaklingur núna þó sé gaman líka en svona ég er alveg ég fór aftur inn á Twitter fyrir svona 1,5 ári síðan að því ég saknaði þess og ég elska að hafa glugga þar sem ég get bara skrifa akkurat hvað ég er að hugsa, hvernig mér líður eða eitthvað svona og ít og enter og það er bara farið og mér líður þess að ég geti sagt skilið við hugsunina og jafnvel þó að ég hugsa hana þú veist, sjá eftir henni síðar þá veist maður bara fyndi að ég hafa skrifað hjá mér ég hafi verið að pæla í þessu samskiptin þar það er aldrei neitt gott í gangi ég myndi segja að ég hafi reynt að byggja brú þarna en ég sé orðin að eitthvað svona fríríki í leiðinni, ég sé orðin Sviss einhvern veginn og býð þar einn einhvern veginn og það kemur enginn í heimsókn en svo fyndi svo að maður hitt sko þessar gaurar sem eru hvað hávarastir og orðljótastir þarna og þeir eru náttúrulega bara þú veist, fíni gaurar sko og og það er líka bara svona nettrölla mennskan er Eftirspurnarhliðin er samt líka að gera það að vondri mannesku sko. Ég finn þetta alveg sjálfur, ég reyni að takmarka þó svo ég stundum og ég gerist bara svona fórnalamb og ég vil menna þessi fórnalamb þess sko. Að skilur maður veit alveg svona, þú veist, þú getur komið með eitthvað geðveikt svona banalt, svona já, þú veist, hérna þetta, hafið þið pælt í þessu? Ef þú getur bara djöfull eru allir galnir sem eru ekki á þessar hérna afstöðu og það er allir bara já. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Það er létt að fá mörg like núna sko. Bara þú þarf bara að velja úr hvaða hópnum þú vilt fá þau en þú veist ég kem inn alltaf með engin svör sko. Nei, en það sko, þú veist, þetta er eins og sagðir áðan sko, mér finnst þetta sko
afstöðuleysi bara ekki í boði í dag fyrir bara venjulegustu manneskjuna. Bara einhver manneskja sem að vinnur bara hjá einhverju hugbúnaðarfyrirtæki og fer svo að sækja barnið og á Netflix, þarf að vera með afstöðu í stríðinu fyrir botni Miðjarðarhafs. Já, og stríðinu í Evrópu og rússagrillinni og þú veist, hafa þýsk stjórnvöld hleypt inn á mörgum innflytjendum og og hvað í gangi í Bretlandi og þú veist, en ég meina það eitthvað í gangi í Þýskalandi og Bretlandi, þú veist, það en manstu fyrir svona, ég farin að elda svo hratt, sko, að mér finnst þessu fyrir svona, ég segi 6-10 árum, hafi svona verið ótrúlega mikið að fréttum hvað, sko, fólk á flótta myndi aukast, hvað væri bylgja að fara að koma yfir Evrópu, hvað þetta yrði mikið vandamál síðar meir, og núna erum við svona að tala eins og þetta hafi algjörlega læðist upp á okkur. Já, þar sem vandi, skilurðu, og svona, en mér finnst mjög erfitt að ræða öll þessi innflytjendamál, sko. Af hverju? Ertu hræddur við viðburðum? Finnst þér erfitt út af þú ert ekki með góða greiningu á því sem að gerast, eða finnst þér erfitt út af því að þú veist að ef þú myndir segja það sem að þér finnst, jafnvel sem kannski þú getur jafnvel sett hann fyrirvara að það væri svona, þú veist, educated guess, að þú væri svona það búin að skoða þetta eitthvað. Sko, ég hef náttúrulega bara, ég á börn í 3 skólum í Reykjavík og bara í íþróttafélagi og bara svona hef ekki þekkingu en ég hef reynslu sem óneitanleg og sko, mín afstæða svo að við eigum að hjálpa eins mörgum í neyð og kerfið ræður við. Hins vegar getur enginn sagt mér hvað kerfið ræður við eða hvenær kerfið sprakk eða En við getum sagt að það sprungið. Þú veist, það bara, þú talar við lækna, talar við lögreglumenn, talar við alla sem vinna í einhvers konar félagsráðgjöf, allir sammála það, bara þú veist, þetta gekk of langt og nú erum við búin að springa. Mér finnst ótrúlega erfitt að koma með einhverja niðurstöðu núna, líka því ég hef séð, þú veist, bara krakka í 6 ára bekk í Austurbæjarskóla sem bara mjög blandaðan bekk og svo, þú veist, 5 mánuðum seinna þá byrjar einhver útlendingur í þeim bekk og þú veist, og þar eru krakkarnir sem voru innflytjendur 5 árum áður, bara, ekki útlendingur og þú veist, sem geggjað og ég hef líka séð bara svona krakkar sem virkilega sem maður virkilega skynjaði að væru ekki að fá þau hjálp sem þau þyrftu að fá, sko. Og til hvers við vorum að segjast allir hjálpa þeim við ætlum ekki að gera. Ég meina, þú veist, ég tala við kennara bara sem eru í sérkennslu og það virðist vera ákveðin svona konsensus, þar fólk virðist vera sammála það að þetta hefur gengið á langt út af því að núna fer sérkennsla aðalagi það að einmitt vinna úr svona hlutum sem eru samt orðnir allt of umfangsmiklir og sérþekkingin var ekki endilega í því að takast á við svona verkefni. Já. En þá aftur á móti þeir krakkar sem voru fyrir að ekki að fá þá nauðsynlegu hjálp sem þeir þurfa að halda. Þetta náttúrulega veldur ákveðinu úlfúðum, maður hefur séð svona ákveðin, það aldrei sagt hreint út, en fólk sem til dæmis að tala krakka sem þurfa á aðstoð að halda, þeir svona ýja að þessu. Þeir benda ekki beint á þetta en þeir segja, þú veist, núna eru bara úrræðin að fara annað. If you get my gist, sko. Ég með barn sem þarf aðstoð. Já. Og hann einhverjur og hann þarf aðstoð í skólanum og hann hluti af þessu skóli án aðgreiningar og og ég finn persónulega að þetta eru smá þyngsl á bekknum að hafa hann. Svo koma erlendi krakkar líka sem eru nýbyrjaðir og svona allavega í tilfelli þessa bekkjar þá hugsaði maður ráði við þetta en svona til eru einstök dæmi líka bara það sem, þú veist, maður bara hitti stelpu sem nýkomin og bara eftir jól þá hann bara fann að spjalla við mann á íslensku, skilur þú veist, þú veist, ég held að það myndi gera ég held að svona þessar góðu reynslusögur sem eru mjög margar af innflytjendum sem gjörsamlega baða sig í íslensku samfélagi og eru bara
á njáluslóðum helgar einhvern veginn að drekka í sér hluti skilur sem Íslendingar er ekki einu svona að gera sko. Ég held að við þurfum aðeins að minna á þessa sögur líka 100%. í ljósi alls sem er í gangi og Ég meina það ástæðan fyrir því að ég ræði þessa hluti ég ræði þessa hluti mjög opinskátt og mjög hvasst og ég veit það og ég veit alveg að það er einhverjir sem að bara telja í sig einhver stækur rasisti fyrir það og það er bara allt í lagi, þú veist, fólk má alveg halda það en ég meina, ég er með þessar góðu sögur, unga múslima hjá mér sem eru að standa sig alveg frábærlega eru bara að læra íslensku og þeir tala ekkert, þú veist, bara þú veist, svara mér á ensku en ég neita að tala við hann ensku ég er bara að tala við hann íslensku, ég veit hann skilur og hann er bara, þú veist, alltaf feiminn við að tala en ég menna, hann mun koma til með að tala íslensku og þessi krakkar eru í, þú veist, það er þorsti í það að tilheyra, maður sér það alveg en það er aftur á móti, sko, þú veist, við erum alltaf með einhvern veginn spákúluna fyrir framan okkur í Evrópu þú veist, við nennum ekkert einhverju Tommy Robinson dæmi hérna þannig að hvernig grípum við hann að bolta án þess að þurfa við getum ekki bara verið einhvern veginn, já, nei, þetta þannig út af því að þetta er líka einhvern veginn svona eilíðarvél eða svona eilíðarhringrás þar sem að, sko, þú veist, það er hérna, kemur eitthvað fólk og segir hérna, já, við þurfum að taka um þetta fólki út að við viljum vera góða manneskjur og maður segir svona, já, en þú veist, munið ekki hafa einhver áhrif, nei, það er bara, við þurfum bara að vera með nægilega mikið af inngildingaverkefnum og einhver svona úrræðum ok, já, og þurfum við þá, þú þarft að taka bara nægilega vel á móti þeim og svo hérna fer þetta ekki vel eins og í Evrópu, þetta bara gengur illa, sérstaklega með ákveðna hópa samfélags sem allir vita að eru fyrir hendi og þá var sagt, já, nei, það er þetta þið voru svo miklu rasistar og nú ætlum við að taka móti fleirum og svo er þetta bara spírall og maður bara, og það, út af því að við tala um að lestina, að sálin einhvern veginn næri ekki að elda mann ég held að við séum bara, þú veist, við erum alltaf að hoppa á milli mismunandi staða og einhvern veginn, við erum alltaf svona, hvað við segja, 4 árum eftir í umræðum á Íslandi en það er ekki að tala um í sammengi við Evrópu bara, þú veist, já, nei, þið tóku ekki nægilega vel á móti þeim, við ætlum að taka á móti fleirum og vonum að þið hérna, takið nægilega vel á móti þeim. Nei, það virkaði ekki, en það var þetta að þið hérna, tóku ekki nægilega vel á móti þeim. Maður bara, þetta gengur ekki til lengdar. Nei, eins og ég segi, sko, ég er líka einhvern veginn nýhilisti, sko, og hérna mér finnst, sko, ég hef miklu meiri áhyggjur af svelti kvikmyndasjóðs hvað varðar svona höggja á íslenska menningu og það við séum að hætta að segja íslenska sögur og hérna hætta að ímynda okkur hluti úr Íslandssögunni bara því að það er ekki til peningur til að sviðsetja það fyrir okkur en það er til nóg í sakamálasögur sem gerast í, sko, einhverju Reykjavík sem þú er aldrei séð skilur, að kannast við, en þetta er svo Reykjavík sem Þjóðverjar vilja sjá í dag, einhvern veginn og hérna í alvöru, það er það sem, sko það er það sem, sko peningar, sko þú þarft svo mikla peninga til að framleiða sjónvarpsþáttaseríu að þú verður að fá útlenska peninga og þegar þú kemur með eitthvað bara, þetta tekur á raunverulegum íslenskum málum, þeir eru bara fínt, fjármagnið þetta á Íslandi, en þegar maður er bara heyrðu, maður var myrtur í Þingholdunum og það er lögga sem er líka loftslagsafneitunum sinni en hestamaður, eitthvað svona, þú veist, og þá eru Þjóðverjar hérna bara, heyrðu, let's go á það, þetta hljóma vel, og endanum ertu farin að segja þjóðinni sögur á íslensku sem hún hefur engan áhuga á, eða samsvara sér ekkert við og svona, en þetta er hugmyndin sem útlendingar hafa af Íslendingum og þetta gengur vel í þá. Hlaðvarp er í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta á uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Og ég skjóta einu inn í hérna, það var eitt, ég bara kom með dæmi nákvæmlega sem voru að tala um, að hérna, það var þáttasería, ég ætla ekki að nefna hvað þáttasería þetta var út af því að hérna, vinkonum minn var í þessu og ég ætla ekki að vera leiðilegur, en það var eitt svona sem að mér þótti bara svona ákveðin svona absúrdismi í þessu, það var sem sagt morð á einhverjum stað út á landi og lögreglan fær símhringu og þú veist þetta er 250 manna hérna bæjarstæði eða eitthvað, og lögreglan fær hérna símtal, heyrðu það var hérna, það er lík hérna og við þurfum að taka upp
ok, ég ætla að gríða með burger og svo mæti ég eins og eins og það fær ekki allir upp á hælan eða væri líka eitthvað staðar. Nei, þetta er sko, og hana, við erum að tala velferð íslenskt samfélag. Ég, eins og segi, þú veist, að einhver hluta vegna hef ég rosalega áhyggjur þarna að íslensk sagnahefð sé að útþynnast, að landrithöfundana, að þjóðin sem skrifaði, þú veist, 400 bækur á meðan Danmörk og Svíþjóð skrifuðu 2 og önnur þeirra var skrifuð af Íslendingi, sko. Í alvöru, þú veist, hér hefur verið eitthvað hámennta samfélag fyrir 1000 árum og meina, jólabókaflóð, þetta er algjörlega einstakt, við erum bara að pumpa út bókum en allt í einu erum við farin að draga úr einhvern veginn. Því hef ég áhyggjur af, þú veist, ég reyna að einblína á jákvæðu sögurnar af öllum þessum innflytjendamálum en auðvitað erum við komin á þú veist, manni finnst allavega talandi um hitastigið hefur sagt mér að við séum komin á hættulegar slóðir og mér finnst stjórnmálamenn stöðugt einhvern veginn verið að reyna að valdefla aðra hliðina í þessu, skilur, þá sem vilja sem einhvern veginn finnst þetta ekki vandamál og versus þá sem finnst þetta vandamál og meðan mér finnst enginn verið einhvern veginn að segja, herru, við þurfum að gera þetta x og y. Mér finnst Obba reynda að vera að gera það. Þorbjörg Sigríður mér finnst hún alveg gera þetta ágætlega hvað þetta varðar, sko. Ég kannski held ekki að horfa í áttina þessu. Nei, ég veit það ekki, sko, en kannski svo heldum okkur að þessu bækunar, sko, ég fór í Eymundsson í gær og var að skoða bækur og það setja samhengi við, sko, ég fór í frétti vikunar hjá RÚV daginn með Margréti Tryggvadóttur sem ég vissi ekki hver var áður en að ég mætti þangað, en hún hefur svolítið eitthvað að gera með listabókmenntir og eitthvað þannig og hún mitt benti á það, sko, við fórum að tala minni mig, ég man ekki af hverju fórum að tala um þetta, listamannalaun og ritbókmenntir og hún greinilega kemur eitthvað að því að veita styrki eða eitthvað þannig og sagði þú veist, þetta er ótrúlega unbiased því að við breytum hver velur hvaða bækur fá hvaða styrki á hverju ári en ef við styrkjum eiginlega alla bækur bladibla. En hún sagði, sko, já, en sko vandinn sá að karlmenn bara les ekki neitt. Þannig að við þurfum bara að skrifa bækur sem stílaðar á miðaldra konur út af því að þær eru það einu sem að kaupa bækunar. Og ég hugsaði með mér bara, það kannski þær einu sem kaupa bækunar út af því að þið eru bara að skrifa fyrir þær og styrkja þau verkefni. Svo fór ég Eymundsson í gær og var fór í, þú veist, það sem ég hef áhuga á. Það var 1,5 tóm hilla af svona non-fiction góðum þýddum bókum sem reyndar flestar á ensku. Það svona non-fiction bara eiginlega ekkert skrifað á íslensku. Í hvað Eymundsson fórstu? Kringlunni. Það er nú góð deild niðri í Austurstræti á annarri hæðinni. Þar ertu með í non-fiction paradísinni, sko. Er það? Já, okay. Þar kaupi ég jólagjafir hans pappa míns og eitthvað svona skákhæfileika Nixon og eitthvað svona fáranlegt, skilur. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. En ég meina að samt sem áður, ég meina það allar að 7.900 krónur og ég bara, wow! Bókin orðin ógeðslega dýr. Þú getur ennþá fundið ótrúlega bækur eins og í bóksölu stúdenta hún enda skárri, ég skal gefa þeim það og þessi þriðja hefði á Eymundsson og svo mjög falleg íslensk bók sem enda stóðum eitthvað heitir sem var að opna á Vesturgötu og sem svona selur þér aðalega skáldsögur en svona þarna gat ég bara, þú veist, fengið nýtt contemporary ameríska skáldsögur sem bara svona, ég veit ekkert en ég sé að það eru mikilsmetnar og það eru handvaldarinn einhvern veginn og svona, það er ákveðin gæðastimpið þarna. En ég meina, þú veist, það þarf að snúa upp á höndundur á börnunum mínum til að lesa. Ég hef gefið út bók og
Kokkáll. Og það eru fyrst og fremst konur sem lesa, sko. Og líka ungar konur, sko. Og það er bara þetta testarleysinu þínu. Þetta er testosterón bók, sko. Hún er uppfullaði, sko. Og en svona, ég veit ekki á hverju karlmenn lesa ekki, sko, en það er því miður mín upplifun smá að bókaklúbbar eru yfirleitt konustöf, konur sem svona keyra það meira áfram, þú veist, í leikhúsinu er gjarnan talað að þetta sé hópurinn sem kaupi miðana, konur í hjónaböndum. Þú veist að í bíó er talað já, ef við náum leikhúshófnum minn, sem eru bara þá konur í hjónaböndum, þá erum við í góðum málum, sko, en þetta er hópurinn, svolítið, þetta er menningarneytendurnir, sko. Svo náttúrulega, kallmenn eru líka með enska boltan, þú veist, og allt það kjaftaði sem ég horf ekki á, sko, en það tekur gríðarlegan tíma frá mörgum, sko, og þú getur kannski ekki haft skoðanir á nýjustu ljóðum Gyrðis Elíassonar ef þú ert að fylgjast mjög náið með Manchester, sko. Já, hann langar með þess að fara að sjóða þetta allt saman, sko. Ég sko, Snorri Másson er delingur svona mím útlendingamál. Mím er orðinn sterkur þáttur. Bergþór Másson, þú veist, takk, íslenski fáninn, heitar gellur í, skilurðu, svona einhverjum tanktops með íslenska fánanum. Sko, ég held reyndar að, þú veist, þeir allir konur sem eru með umfram eftirspurn eftir samlífi eru orðnar svona, hvað ég að segja, ekki hægri sinnar, þetta er ekki hægri, sko, þetta er eitthvað skrítið, þetta er eitthvað svona þjóðerniskendar mýmvæðing sem að ég held að verði, sko, þetta er því eins og segja, þegar heitugjalunar eru byrjaðar að verða svona meira Snorra Mássonar í lífinu, þá þetta rauninni fallið, vókið er náttúrulega fallið, sko, við sáum það alveg þegar allt kerfi fór upp á afturlappina þegar Snorri Másson sagði að vera til 2 kyn, en þú veist, þetta er að breyta svo hratt og og svo höldum aftur með þessu, sko, með þessa lestarkenningu þína, mér finnst hún mjög góð, sko. Við erum einhvern veginn komnir í einhverja japanska, sko, ofurlest. Við erum að fara rosalega hratt núna, sko, og þú veist, takk voru nokkri strákar sem vildu stofna tískumerki og þeir eru undir áhrifum nútímans. Hvað er ekki eitthvað sagði ekki breskur aðalsmaður einu sinni þegar hann var gagnrýndur mikið, sagt við hann mikið þarft alltaf þú að vera í nýjustu tísku og hann sagði ég gengi í nýjustu tísku til að sýna fólki að ég fylgist með heiminum. Sem er góð lína og þarna eru bara strauma nútímans að flæði yfir þá. Ég held að eftir 2-3 ár geti takk litið allt öðruvísi út, skilur. Ég held að þetta sé bara að tíðarandinn og það er eitthvað svona smá 90s comeback í gangi, eitthvað svona tanktops og jeans og eitthvað svona og magabólir magabólir alveg fyrir kallmenn líka, sko. Og það er testosterónleysið. En bara, þú veist, mín skilaboð er alltaf bara Snorri og Bergþór eru yndislegir og ég brosi alltaf þegar ég hitti þá og þetta upphlaup þarna daginn þar sem allt var brjálað, ég náttúrulega horfði ekki á þetta viðtal og las ekkert þetta af því ég hugsaði bara ég held mér muni líða betur ef ég ætla ekki að skipta mér að þessu og ég held að það bara verið alveg lauk rétt hjá mér en ég bara minni á það sem ég hef oft sagt að maðurinn sem las yfir Steingrími Njálssyni segir það er engin maður svo hræðilegur ekki með eitthvað jákvætt segir mann og það má segja mann Steingrím að hann talaði afspyrnu góða íslensku og hann var afar hagur á járn og tré og ég ætla bara að segja að þetta var prestur að taka mesta skrimsli Íslandssögunnar og kreista fram eitthvað jákvætt hann og ég held að við þurfum að gera þetta við okkar eigið hjarta á öld upplýsingarinnar ég held að við þurfum að vinda úr því góðu tilfinningarnar á mótnana og fara með þær inn í dag. Já, í samskiptum og á þessum hraða sem við erum. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri.
Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamín og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Já, ég er hann svakalega bjartsýn. Er það ekki? Jú, ég alveg talað, það er eitthvað, ég held að það muni eitthvað gott koma upp úr þessu. Ég hef aftur á móti áhyggjur af því að við erum ekki komin í slæman stað og við raun og veru verðum. En ég aftur á móti tel að við gætum alveg verið á ágætum stað ef að við svolítið, sko, og þetta hljómar einstaklingshyggjulegt, en ég held að við, svona Ísland, ef við myndum einbeita okkur af þeim hlutum sem að við raunverulega höfum áhrif á, sem er okkar svona nær umhverfi. Mér finnst til dæmis svo rosalega mikið þegar við erum með, eins og við erum búin að koma inn á öll þessi stríð, menningarbarátta, pólitískar aftökur og fleira. Ég held að það afvegaleiðir svolítið það hversu mikið við einbeitum okkur að því að hafa áhrif á það sem við raunverulega höfum áhrif á. Já. En ég held að það gæti komið upp úr krafsinu að við svona gerum okkur grein fyrir því. Því að eftir því sem að lestin fer hraðar, að þá mun okkur vera meira flökurt og þá hoppum við kannski einhvers staðar út. Einmitt. Það gæti vel að við bara kjósum að róa þetta sjálf, einhvern veginn. Já, það erum ekki að vera róa þetta út í heimi, sko. Ekki út í heimi, en hér sko, hér getum við haldið áfram að vera hinn bókelska þjóð í norðri. Ég held að það verði afleiðing að þessu, ég held að bóklestur verði eitthvað sem að verður, pepp hjá strákum. Það verður cool að lesa bækur aftur. Já, við skulum reyna að vinna því. Ég er búin að vera að ýta á það, sko, mér finnst að við lesa allt og lítið, sko. Einmitt, og ég ætla bara að minna ykkur á það að það er ekki til svo tilfinning í sjálfshjálparbók sem eitthvað skáld 18. aldarinnar hefur ekki fest í töluvert fallegri texta, sko. Já, við sjáum til hvernig þetta fer. Þetta verður styttir í kantinu hjá okkur núna, en við gerum þetta bara aftur fljótlega. Það er mjög gaman að tala við. Ertu með eitthvað döfin núna? Ég er að fara að frumsýna nýtt uppistand, en það er ekki frumsýnt fyrir í janúar. Janúar, og annars er ég bara að skemmta og skrifa, ég er að skrifa bók og sem ég gengur vel með og bara handrit og það er alltaf eitthvað. Það er alltaf eitthvað. Vín líka. Já, vín. Mím, gera eitthvað nokkuð mím. Það er allt í gangi. Já, allt í gangi. Ég legg til að við hittumst aftur í desember og reynum að peppa þetta uppistand sem ég er mjög spenntur fyrir að sjá. Geggjað. Takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst. Sjáumst.